Dr. Fútból á jóðdeginum sjálfum. Skál fyrir því, þetta jólabjórinn og það sem gerir hann svona einstakann þetta lakkrísbragð sem þarna undir og þarf virkilega að kafa eftir því. Svo stærsta tilkynning ársins, sturluð tilkynning. The Red Octobers, óttalaus. Skórnir eru uppgjör mitt við mennskuna og ég ætla að hafa á hérna fyrir framann. Opnar allt saman klukkan 12 í hádeginu í dag, drfutbol.is, verið fljót, þetta fer hratt út. Dr. Fútból með frábæra gesti, hinn eina sanna, einn vinsælasta fjölmiðlamann þjóðarinnar, Gunnar Birgisson, velkomin. Takk fyrir það. Og svo það sigurvegarinn úr Vesturbænum, enn einn káringurinn sem virðist kunna að þjálfa og að vinna, Halldór Árnason. Sælir. Máttu vera léttur hérna, þetta er bara Dr. Fútból. Mjög léttur. Það er líka nóvember, það er ekki fótbolti. Nei, ekki þannig, en það bara nú að gera. Já, þú ert mjög alvöru gefinn, Dóri. Já, sennilega svona, heilt yfir, svona rólegur og alvöru gefinn, en léttur og réttur stundum. Já, réttur og réttur, og það nóvember á Íslandi í íslensku fótbolta, það bara réttur tíminn til þess að vera dálítið léttur. Já, rétt og sérstaklega kannski svona ljósi niðurstöðu mótsins og svona síðustu daga, þannig að það rétt að búið létt yfir manni. Sko, ef ég hef sagt þér á þessum tíma fyrir viku síðan og myndi vinna leikinn 3-0 og allt svona, sko, hefur ekki bara fórna öllu nánast fyrir það, bara þessa tilfinningu að undanfarnaða daga? Jú, eflaust að maður gert mikið fyrir það og auðvitað mikil vinna sem liggur á baki og svona kannski svona í viltustu draumum sástu kannski ekki endilega fyrir 3-0 en ég hef alltaf sagt það og stemdi það, ég var mjög sigurviss alla vikuna og hef verið í langa tíma raunverulega og já, þetta var sætu sigur að klára þetta svona samfærandi. Já, heldur betur og við förum betur í þetta hjá Dóra á eftir. Ég ætla að þakka Dominus Pizza kærlega fyrir tilboð í gær. Þetta munaði miklu fyrir heimilin í landinu að fá þessi tilboð í gær. Það að segja þessi Reykjavíku brjálaði sem var í gangi, það mætti ekki nema 600 krakkar heimtíminn og ég þurfti ekki að eyða nema svona 50 skall af líka nammi fyrir hauga börnum. Það var hrikalega skemmtilegt og gefandi. En að geta hringt í Dominus Pizza eftir að taka kærlega fyrir Fitnessport og Dr. Fútból vinna með Celtec og sterkasti leikmarinn í deildinni veit ég, Ísak Snær Þorvaldsson, hann að nota Celtec og þú veist, þannig verður það menn svona hrikalegir og sterkir og allan hann pakkan fara upp í smiðjuveg eða á fitnessport.is. Drengir, ég er með spurningu fyrir ykkur. Dóri, ert þú segur í þessum þú kemur úr svona miklum fótboltavinahópi og nota laptop mikið, tölvutek, aldrei með veg. Sko, þið svona, þú veist, þið eru væntanlega búin að spyrja hvort annar margra spurninga og ég er með góða spurninga þær. Messi og Ronaldo eru lang sigursælustu mennir í sögu Ballon d'Or. En það var 3 menn unnið þetta 3 svar. 2 af þeim eru hollendingar og 1 af þeim er frakki. Heldur þú sért með þetta, Dóri, og farið svo flotta aðstoð frá Gunnar Birgis? Þetta tölvutekki spurningin. Hvað með þetta? Hvað sagði þið? Það eru 3 menn sem hafa orðið unnið Ballon d'Or 3 svar. 2 af þeim eru hollendingar og 1 af þeim er frakki. Hollendingurum bara, Cruyff eða Van Basten eða eitthvað? Zidane frakkin. Þeir eru með 2 stig. Já. Zidane svo sannarlega ekki frakkin því að það er Michel Platini. Já, ok. En þeir eru báðir með hollendingana sem glæsilegur árangur hjá okkur og ég var að viðurkenna það. Þetta var, ég vissi að menn myndu freistast í Zidane þarna og en það er bara ekki Zidane sem er maður. Hann hefur nú unnið þetta? Jú, en ekki 3 svar. Ekki 3 svar, já. Áður við förum og yfirheyrum aðeins Dóra Halldór Árnason. Ég ætla að leyfa mér að kalla hann Dóra Árna. Ég er farin að þekkja hann það vel, við hittumst oft á veitingastöðum í Kópavoginum, þannig að ég er bara að leyfa mér að kalla hann Dóra Árna. Og förum að játna þangað til að ætlum við að powerranka með Dynout. Gjafabréfin eru í Dynout. Gunnar Birgisson, þar getur þú keypt gjafabréf, fengið það í wallet og þetta er líka tilvalin jólagjöf fyrir fyrirtæki og aðra að gefa þessi jól. Já. Nú erum við að segja bless við frábæra bestu deild í ár. Ég held að sé ótt að segja það, hún var skemmtileg bæði á toppnum og á botninum. 5 bestu leikirnir sem að Gunnar Birgisson sá á þessu tímabili. Sko, já, það er svona lítur þannig svolítið út á þessu lista. Þetta er svolítið sama stefið.
alltaf lagi, ég ætla að lefum bara að heyra. Í 5. sæti set ég Valur Breiðablik á Hlíðarenda 0-2. Arnór Gauti kemur inn fyrir Viktor Karl miðanleik og mér fannst það mjög skemmtilegu leikur á að horfa. Ég fannst þetta fyrir leikurinn enn skemmtilegur, þannig þar var Gylfi sig í alveg brjáluðu stuði. Já, ég er með nokkra valsleiki þarna. Ok. Slakaðu bara aðeins á. Númer 4, sko, Valur Víkingur 2-3 á Vodafone-vellinum þegar Tarik setur 2. Já, það var líka gaman líka fyrir Dóra Árna að sitja í sófanum og sjá það mark. Nei, hann var að spila á saman tíma, já. Ég var heim með svona. Já, ég fagnaði því ég vildi úrslitaðleik. Herðu, númer 3 er Káa Breiðablik 3-2 úti, Kristófer Ingi með vinnu með frábæru marki. Já. Það fannst mér frábær leikur, skemmtilegur á að horfa. Ég er svona markakall. Ég er markakall. Númer 2 er Víkingur Valur þarna 2-0 Valur og Rautt og Hólmar. Það voru læti í þeim leik. Já, emitt hitti. Og sko, málið er, ég er nú bara að segja að þetta eru svona kannski skemmtilegustu leikinir, en ég fannst besti leikurinn samt á milli þessar liða, það er 2-2 leikurinn á Hlíðarenda. Það var nú bara, þú veist, það var stórkostlegu leikur. Frábær leikur í sammáli. Stórkostlegu leikur. Emitt, besti leikurinn sem þú sást. Já, það er Víkingur Breiðablik á sunnudaginn var, 0-3 Breiðablik. Það er honorable mention, Háká Stjarnan. Frá miðju. Háká Stjarnan, KR Fram. Já, eitt leikur sem þú ert að gleyma þetta, HK KR, þegar HK voru 2-0 undir í hálfleik og svo mættu við bara með, þú veist, svo bara mætti bara HK lesni. Það var nefnilega, þú veist, mikið á ótrúlegu leikjum hjá HK í sumar, af því að það náttúrulega, það tapir líka 8-0 fyrir IA og 7-0 fyrir KR. Jæja, flott saga þarna hjá þér. En fínn listi, ég meina það er sjónarsviftir af HK, allir þessu ungu efnilegu leikmenn hverfa núna úr deildinni og en það er eins og það er, þú ert að vera nógu góður til að hanga þarna uppi. Sony og Dr. Fútból með sjónvarpinn, þau fást Sony-tækin, fást að sjálfsögðu Origo í Borgartúninu, bestu tækin og fá öll velunin og maðurinn sem hefur fengið öll velunin að undanförnu er Halldór Árnason, þjálfari Káringa. Káringa Breiðabliks, Káringur sem þjálfar, auðvitað, það er ekkert launokkur mál, mikill vesturbæingur og afsakaðu þetta og þjálfari Breiðabliks. Dóri, ég meina, þú vinnur hann leik eða þið Blikar vinnið hann leik á sunnudaginn og ég meina, það er mikið búið að tala uppleikið þetta maður og mann eins og þetta er kallað. Hvernig settur þetta upp? Já, ég sko, verið að segja saman hlutin viðtal eftir viðtal, en það er samt þannig að það, þú veist, þegar Víkingar hafa tapað stigum í sumar og leikjum, að þá er yfirleitt verið á móti andstæðingur sem spila með 5 manna vörn og liggja djúpt. Þú veist, Káa úti, Káa bikarúrslit, í heima, vestri heima, Káa heima og Káa er mjög slefum tjómbútið þá, Shamrock-leikinir og bara, þetta er ekki talið áfram, sko. Við vorum aldrei að fara að gera það. Við spilum svona hálft í hálft maður og mann svona, þorðum ekki að fara alla leið í fyrsta leiknum í Víkinni. Og þannig að þetta var aldrei spurning fyrir okkur. Og við líka líst í einhvern veginn að það var óbærslega góð tilfinning í klefanum eftir daginn eftir stjórnuleikin. Svona eitthvað frelsi og menn einhvern veginn búin að kasta þessi hlekkjunum að búa til en úrslagleik og þá bara verðum tilkynnt að þetta er leikplanið og þá bara drilluðu það og fórum betur við það gegnum alla vikuna og það er eitt að segja og leggja upp en það er alveg hugrekki að exekjúta. Heldur betur, ég meina sko bara aðeins að aðdraganda leiksins því að ég er svona aðeins mista ánum. Hvað gerður með liðið fyrir leik? Fóruð í keilu eða hvað gerðu? Fóruð eitthvað á hótel eða hvað fóruð á Hótel Örk eins og var gert í Garðabæ? Nei, það myndi verið geggjað sko. Bara venjulegur undirbúningur? Sko, já, ógeðslega boring svar, þú veist, við það bara hefðbundi vika sem við vídeofundu varnarleikur og æfing, 2 mínútur fyrir leik, vídeofundu sóknarleikur æfing, daginn fyrir leik og æfingavíkan var róleg, það kom smá þreytu þetta í þá sem við sérstaklega sem við spila mest og þannig að við svona reyndum að mannitsa lóti vel, þannig að menn myndu verið í toppstandi á sunnudeginum en annars var þetta nokkuð hefðbundið, það er bara þannig. Þú varst að fara að sofa dagina fyrir leik, dagana fram að leik. Varstu að byrja voru Víkingarnir til að skora
þegar þú varst alveg að festa svefn eða voru þið að setja hann eða? Já, þú veist, sá maður fyrir sér alltaf sviðsmyndir og og óafugsa það og einhverjum ástæðum svæði bara tölvöld betur fyrir þennan leikin á undan, ég veit ekki hvað var, en mér leið mjög vel og einhvern veginn bara andinn í teiminu og kljóðanum og liðinu og öllum í aðdragandanum var einhvern veginn óbúslega jákvæð öll og mér leið alltaf vel með þetta. Svo náttúrulega kemur að leiknum og eins og þú segir, það er náttúrulega búið að ræða þetta alla vikuna og mikill áhuga á þessu, en ég meina það hefur auðvitað verið svona rígur milli félagana, það er ótt að segja það, bara svona verið hitti eins og gengur að gerist þegar að topplið mætast og þetta hefur svona litað deildina að mér hefur þótt nokkuð skemmtilega á undanförnum árum. Ég meina, Arnar Gunnlaugsson er ekki í hinu bóksinu. Hvernig virkar það? Því að nú heyrum við alltaf sögur enska þjálfara og allt svona. Þú veist, þegar þú ert búin að vinna leikina á sunnudaginn, farið þá inn á einhverju stofu á Víkingum og deili rauðvínsglasi og hann óskaði til hamingju, eða hvernig virkar þessi bransi á Íslandi? Það er mjög misjafnt í svona hefðbundnu deildarleikin, það var stundu þannig að það var hittast og farið málinni, í þessum leik var þetta bara einhver geðsræring og spennufall og bilun og það komið 600 manns inn á völlin bara nánast og beinti til leik, þannig að nei, það var ekkert svoleiðis og hefur eitthvað svo mikið verið í þessum Víkingsleikjum alls ekki og ég hitti nú Arnar ekkert eftir leikinn. Þannig að hann náði ekkert ekki óskaðir til hamingju með titilinn? Nei, hann var bara, ég veit ekki hvort hann var bara verið í bóksinu eða hvernig það var Það kannski má kannski ekki vera ég veit ekki, nei, sennilega ekki, ég veit ekki, ég er ekki eftir að dómar er yfirgefa svæðið eitthvað þess Helvíti líklegt að hann hefði ekki komið þarna ef þeir hefðu unnið. Ég bara veit ekki. Ég hugsa En hefur Arnar óskaði til hamingjum hefur þú fengið SMS eða símtal eða eitthvað slíkt? Nei, ég hef ekki fengið neitt svoleiðis. Er það hefðin innan fótboltans? Já, hann er svona flestir þjálfarar í deildinni, ekki nánast allir haft samband, en það er bara eitthvað, það er bara val. Já, það eru þetta val. Ég meina, það eru margir, ég tengiðu þetta mjög sterkt við Óskar Hrafn, bara ef að Óskar Hrafn var einhvers staðar þá varst þú í nálægð við hana, því að þú varst náttúrulega aðstofamaður hans í mjög mörg ár og ég segi alltaf að stórt moment fyrir mig var þegar þú dast á hlaupbrautinni í fyrra, því að þá vissi ég, þetta er ekki Patræs, þetta er Rúi Faría eða þessi maður ætlar að vera aðalþjálfari, hann vill vera aðal, því að aðstofþjálfari hefði ekki viljað þessi athygli, hefur alltaf stemt að því að verða aðalþjálfari. Ég hef bara þjálfað mjög lengi, bara á alls konar leveli. Hvað lengi? Ég byrjaði að þjálfa 2007, þannig að það verðist dett í 20 ár. Og þangað til að ég byrjaði með Óskar í Gróttu og þá hef ég alltaf verið bara aðalþjálfari og yfirþjálfari og svona verið afgerandi held í karakter og með authority og bara leið vel með það. Þannig ég held ég viss alltaf að einn daginn í aðalþjálfari, mér lág ekkert á og bara kom alls konar tilbúð gegnum árin og svoleiðis en svona mér leið bara einhvern veginn svo að ég myndi finna hvernig tími kæmi og ef Óskar hefur áfram með Breiðablik þá við bara verið áfram saman og en svo bara var þetta tíminn og já, ég var bara mjög tilbúin alls mér. Er Óskar, það svona stóri mentorinn á þínu þjálfarferli? Já, klálega og við bara áttum auðvitað frábært samstarfi gegnum þennan tíma og Óskar þjálfaði mig í yngri flokkum, 7. flokki, 3. flokki, 2. flokki og eftir við klárum 2. flokkin 2003 þá verðum við bikarmeistarar og þá hættir Óskar að þjálfa og þetta tekið sér pási í 11 ár held ég og svo kemur hann tilbaki í KR og þá erum við saman með 2. flokkin Þannig að við svona bara, Það er svona 2014-15. Já, 14 eða ekki. Hösti 2014, við saman með 2015 og svo fyrir Stjörnunni 2 ár og svo hittist við aftur í Gróttu 2 mánuðum síðar, 2017 og vinnum saman í 6 ár. Þannig að já, við höfum verið mjög samferða í þessu öllu saman. Þú veist, þú tekur við liðinu af Óskari á ákveðnum tímapunkti í fyrra. Það svona, það gustar svolítið þau vistaskipti. Hvernig eru samskipti ykkar Óskars í dag? Þú leitar ráða til hans eða er þetta bara eins og hver annar þjálfari í deildinni? Nei, hann er miklu meira það en nei, leiti kannski ekki ráða en við heyrust reglulega og spilum saman og Þannig að það er gott á milli ykkar? Já, það þykir vænt það og hann var einn allra fyrstu til að Óskar myndir hamingju með titilinn og ég kann virkilega meta það og já, við erum bara í góðu sambandi. Þú fékkst aldrei þetta honeymoon period með Breiðablik. Þú bara tekur við í einhverjum ólgusjó í miðri riðlakeppni sambandsdeildarinnar
og svona fyrstuleikinni bara tapast og svona, þú fékkst einhvern veginn ekki tækifæri til þess að vera nýji ferskigæinn á vissan á. Nei, vissulega ekki. Og varstu svona einhvern tíðan tvístíðandi að taka þetta að þér, þú veist, út að þetta var svona... Á þessum tímapunkti? Já. Ekki tvístíðandi, en þú veist, svona, veldi fyrir sér hvort það verið betra að klára tímuleikunum öðruvísi og fá bara svona einhvern veginn hreint blaðið þannig en svo var bara ekki tími til að hugsa það. Við vorum bara leiðin til Skotland að spila við Rangers og þaðan til Belgíu spila við Gent. Það var bara verkefnin og þannig að það var engin tími til einhvern veginn að hugsa það eða okkur ágjörða því sko. En Dóri, þetta var að horfa á Breiðabliksliðið í ár var mjög ólíkt því að horfa á Breiðablik 2020. Og ég átta mig á því að það breytist allt með tímanum. Ég meina fótbolti og stíll og lið og allt svoleiðis. Það var nánast þessi eins og við tölum þríhyrningar inn í Marteg þarna 2020, fyrsta árið hjá það að segja Óskar Hrafni sem aðalþjálfari og þér sem aðstofn. Fyrir okkur sem bara ættestið sagði okkur að þetta allt annar fótbolti. Þetta var kannski á margan hátt pragmatískari fótbolti. Sá við meira í ár kannski Dóra Árnabolta heldur en kannski það sem að Óskar stendur fyrir? Sko 2020 tímabili var mörgulegði geggja, þar voru mikið af okkar bestu leikjum en svo sannarlega líka mikið af okkar verstu leikjum og allt var á milli og það er þannig að það er erfitt að bera saman við það tímabili, það er líka erfitt að bera saman við tímabili fyrra það sem við erum, þú veist það er einhver fokkit móti svona seinni hlutan í dildinni og svona, þú veist, hvað fengur 41 stig fjórða sæti, 49 mörk á okkur þannig að þessi yfirborðstölfræði einhver önnur, þú veist, það var ekki nóg gott tímabilið var gott, það var frábært að komast áfram með Evrópu en þú veist, það var alls konar hluti sem þetta laga og það er samt þannig að þú berð saman tölfræði við 27 leiki í ár og 2022 og þá er hún ofboðslega svipuð og á öllu leiti og en svo er bara þannig að þú veist með leikmenn eins og Anton Loga, Gísla, Jason sem eru bara mjög einstakir leikmenn og replacea þá ekkert með einhverjum ég byrði ekkert að Gautum að gera nákvæmlega sama og Anton Logi var að gera eða Kitta Stendos að gera sama Gísli eru bara öðruvísi leikmenn og svo þú veist og þegar Höskuldur fer sinni inn á miðjuna þá erum við svolítið komin bara með aðra dýnamík í liðinu og það er svona svipum tíma og við erum svolítið með baki upp í vegg eftir að þryggja leikja lótu sem við fáum 2 stík þeim leikjum og þá bara þurftum við að vinna leiki og svona, þú veist, ég veit ekki minna, þú veist pressu tölfræð og annað, þú veist, við fyrir með tölfræðina bara eins og úrslagkeppnir og það lið sem pressaði langrimmast yfir 27 leikina er það bara Stjarnan sem eru hægri við þannig að, þú veist, pressum öðruvísi, við völdum mómenti betur en við vorum svo sannarlega hápressulið og það hefur bara líka verið þróun í fótboltanum að lifa svona aðeins falli frá svona kannski þessari ofuráherslu á pressu sem að þú veist það er bara sýnt í öllum deildum að lifa svona aðeins byrja að svona fara betur meira á triggerum heldur en bara í allt og við svona bara fylgdu því og við veist það var alveg ljóst að við þurftum að fækka mörkum á okkur og það eru einhver fórnarkostnaði við það en það samanskapið og heldur boltanum vel og eitt af þeim liðum sem heldur boltanum mest sköpuðu flest færi og skorum flest mörk. En þegar þið hljótu að vera búin að búa til eitthvað svona góðan kúltúr í þessu liði fyrst að þið geti mist svona 3 afgerandi pósta á íslensku fótbolta. Ég meina, hún finnur ekkert betri leikmenn en Gísli Eyjólfsson og Jason og svo þetta Anton Loga líka sem var orðinn mjög stór póstur í þessu Breiðabliksliði. Þannig að þú veist, þetta er orðið dálítið smurt þarna hjá þér. Þú ert líka með 3 erlenda leikmenn og þú veist, þeir eru í mjög litlu hlutverki hjá þér á vissan hátt þegar maður horfir yfir þetta. Þannig að þú veist, þú ert eiginlega að fara þetta á leikmennum sem voru þetta stóran hátt fyrir. Já, klárt mál og það er þetta þannig að sko þau erum svona klára frí og komin inn í janúar og svona sjá fyrir okkur hvernig tímabilið getur litið út að það leiti ekkert út fyrir að Anton Logi, Ágúst Lins og Gísli var að fara neitt sko. Það gerist mjög óvænt og þá eru komin á þann stað í glugganum að flest liður bara komið með hópana sína og flesti leikmenn búin að semja og það var mjög stuttur tími til að setja saman lið og það er ljóst húr sækir leikmenn sem Kitta Jóns sem er ekki framtíðarleikmaður í 10 ára og útlending og eins og samningum og annað, við ætlum okkur bara þetta tímabil að vinna titilin og þannig var liðið klálega sett saman en
en einmitt, svo það kjarnin sem er búin að vera þetta langur tíma, reynslu mikið leikmenn sem að svona spilar í svona hluti í þessu og svo kemur Ísak aftur sem þekkir allt hjá okkur og svona já, útlendingarnir kannski spila minni rullu en við kannski sáum fyrir okkur Benjamin þetta bara við ætluðum okkur aðlega liði betur að honum hann er frábær framherji og þvílíkur markaskorari svo bara dettur Ísak upp í hendurnar á okkur og sem kannski ástæðan fyrir að Benjamin í minna hlutverki og Daniel Obbikerur fengir hún til að vera alvöru samkeppni við Viktor og Damir og ef það sem gerði þá að því sem þeir voru í sumar þá var það bara frábært og en svo þetta bara rófubensbrotn á Damir og frá í 6 vikur og Daniel spilar ekki 4-5 leiki undir lok Vennels tímabils og stendur sér hrikalega vel og þannig að ég er mjög ánægður með þá en það er svona þessi blika kjarni sem stendur uppi sem svona, já, kjartin í þessu liði. Ótrúlega síðustu 4 mánuður í deildinni sem að þið tapir ekki leik og allt svo leiðis. Ég meina að þetta var auðvitað frábært tímabil en það var ekki allt, þú veist, Evrókeppnin fór ekki alveg eins og vonast eftir byggkeppni sömuleiðis ekki heldur. Ég meina það er klárlega hlutir sem að hefðu svona eftir á að hyggja. Ég meina, hefðu getað farið betur. Já, klárt mál og mikil vonbrigði þetta dett út í svona snemmi byggar og Keflavík og mútið Keflavík og óbúslega töpur framar stað og veit ég hvort það hafi verið milli leikjum mútið Víkings og Vals og mér líður eins og þessu 3 ár síðan að sá leikum ég var að hugsa bara á móti hverjum döttum Breiðablik já, akkurat sko já, sammála og Evrópu sko liðið sem við duttum út móti þetta er eitt af frá Kosovo sennilega tölvöld betur en öll liðin en heima þetta er ógeðslega gott lið og þeir Evrópu sagaði bara þannig þetta út móti Feyenoord fyrir Arne Slot fyrir 2 árum eða ekki með marki upp á tíma og sér þetta Viktoria Pilsen og eitthvað mjög sterkt lið frá Portugal þetta er alltaf verið að tapa þessu síðustu sekúndunum sko og þetta var hæst rangaða leið sem við gátum fengið af öllum í þessari umferð en hins vegar það þannig og Kosovo hafa verið mjög hærra rangaðir en við þannig að þeir fara beint í aðra umferð og við spilum við og þannig er ekki lok júlí og að því tók ekki þátt í fyrstu umferð þá höfður ekki spilað keppnisleik síðan í maí og þar voru tækifærin og bara, þú veist, við mikið skapur að tapa á móti þeim heima, við höfum þetta ná okkur í góða stuðu það til að slá það út en einhver umræðum þetta hafi verið lélegt lið er ekki rétt, þetta er mjög sterkt lið og hafa ná góðum árangur í Evrópu eins og önnur lið frá Kosovo en það voru klárlega mikil vonbrigði svona í ljósi sögunar að komast ekki lengra. Dóra, kannski aðeins sjálfur, ég meina ég talaði það í byrjavikunar að þú varst bara afrits fótboltamaður þú veist, þannig að spilaði bara í C-deild og D-deild og eitthvað slíkt. Hvernig er að fá svona virðingu topp leikmanna sem leikmaður sem eru aldrei spilað á þessu leveli? Ég meina, þú veist, þarf þú ekki að vera betur undirbúin? Þarf þú ekki að, þú veist, skiptir það þig máli að hafa Eyjólf Héðinsson og Halla Björns sem hafa spilað á hærra leveli eða skiptir það einhver máli í nútíðan fótbolta, þú veist, hvað gerðir sem leikmaður heldur bara hvað getur sem þjálfari? Já, ég held sem betur fyrir að það sem við erum fram að færa bara í dag sé það sem skiptir mestu máli en auðvitað þetta er það þannig að leikmenn með mikið og góðan feril og kannski byrja með hæra virðingastig og ég man alltaf eftir fyrsta árið í Breiðablik að því mér hefur tekið mjög vel og bara upplifði mig strax stóran hluti á teiminu og hópnum að það var einhvern sem spurði mig þarna eftir fyrsta tímabili bara hvernig þú veist, þú komur á Grótt, þú veist aðstöð veit enginn hver þú ert þú veist, hvernig, þú stendur og þetta presentera eitthvað fundum og þú veist, hvernig fer þess að gæja að hlusta á þig og ég svona, þú veist, ég hef aldrei pælt í sko, aldrei, en ég hef alltaf bara hugsað þeir hlusta á mig sko og ég held að svarið við því sé bara þú veist, þú skynja bara að maður er undirbúinn maður veit hvað maður er að tala maður er stabill í það sem maður er að segja þá þú veist, þá sé það mikilvægast í þessu þannig að sem betur fer pældi ekki í þessu fyrir eftir á Nei, menn Arrigo Sacchi var fyrsti svona stóri þjálfarinn sem hafði engan fótboltaferil og hann sagði einhvern tíðan hvort að Knapi hafi ekki þurft að hafa átt feril sem hestur eða hvernig sem hann orðaði, ég manna að það var eitthvað í þá átt Þarf ekki að vera hestur til að vera góður Knapi eitthvað álíka sko þannig að þú veist, þetta er alveg þeir sem eru að fjalla um fótbolta, þeir setja út svona spurningamerki þegar að koma þú veist bara eins og Jose Mourinho lendi eða hvernig sem það er þegar að kemur bara eitthvað maður sem hefur kannski á ekki stærsta fótboltaferilin þegar hann fær stærsta giggi þá bara byrju hvernig má þetta vera hvað ákveður eru þeir káringar svona góðu þjálfar þetta er alltaf káringar sem að taka við boltan
Já, það frábær spurning. Þú þriðji káringurinn sem gerir hérna Breiðablik Íslandsmeistara, Óli Kristinn F. á einhverjum spilaði með káir. Ég veit það ekki, það er bara mikil sigurhefð og vinningskultúr í Vesturbænum, það er ljóst. En ég veit ekki hvort það eða tilviljun, ég átti mig ekki á því sko, þetta ekki, veist, og í fleiri greinum, ég elst upp í Káir, þá var Finnur að þjálfa í körfunni og Steppi Arnars íþróttafulltrúi handboltaþjálfari og svo var Willum og Rúnar og Pétur og Óskar. Það er einhver kultúr. Dóttir fútból heldur áfram með Dóra Árna. Förum að játna, sögðu gárungarnir og sá játnaði nú bara titlinum beint inn í Smáran. Aðeins þú veist, íslenski hesturinn, hann er þér kær. Já, mjög. Mikil hestamaður alltaf verið. Já. En játningarnar, er það nýtt, er það áhugamálega? Já, bara svona í hjáverkum. Það er rólegt. Bara játnaði upp á nýtt. Það ekki spurning. Dóttir fútból heldur áfram að ræða við Halldór Árnason, Íslandsmeistara með Breiðabliki. Gera það með Auði sem býður núna upp á hæstu vextina á fyrirtækjareikningunum, 8% þar. Sko, ég ætlaði að fá veluna Höskuld Gunnlaugsson sem besta leikmann deildarinnar. Hann farin til Flórída, hefur gaman að spila golf. Já. Mikill áhugamaður íþróttuna. Ég heyrði af þessari golfferð fyrir svona mánuði síðan og ég var að gera allt til þess að koma í hana sko. Nei, ekki fóð því. Nei, ég veit það. Herri, ég meina, er ekki súper gott að vera með svona súpergreindan, súper góða fyrirmynd, bara frábæra náunga en fyrst og síðast náttúrulega frábæra leikmanns eins og Höskuld sem fyrirliða í svona transitioni þar sem að þú kemur nýr inn, þú veist að nýr inn, hvað ég á við? Já, bara klárt mál og eins og segir, þú veist, bara svona andlíkt breyfils út af við og talsmaður og fyrirmynd bara, þú veist, gætir ekki fengið betri manneski í þetta og og með dýrmætt fyrir mig og svona, þú veist, fyrir það hversu vel hann spila á miðjunni, þú veist, að koma einhvern veginn meira miðsvæðis, einhvern veginn í leikjum að miðla þessu öllu, þú veist, þessi leiðtogi og sem hann og svo drífandi og þú veist, hann bara, þú veist, það er ekki orð til að lýsa þessu tímabil sem hann átti og því sem hann hefur gert fyrir Breiðablik. Þannig að þetta ekki óumdeilt, Gunni, langbestir? Jó, hann bara á ekki leiki þar sem hann undir 7-5 í einhvern, sko. Þú veist, hann bara einhvern veginn alltaf, þú veist, þú færð aldrei lélegan leik, ég man bara ekki eftir lélegan leik hjá Höskuldi á þessu tímabili. Hvað var Óskar alltaf að gera með hann í hægri bakverðinu? Indrein. Já. Þú veist, kom hann inn á miðuna? Já, nei, ég að tjóka. En ég meina, hann tekur bara algjörlega yfir þetta mót, ég meina, hann er hvað 30 á þessu ári? En ekki 94? Þú þarft ekki að ágjöra að missa hann. Það er allavega ekki algengt að leikmenn fari post 30 í... Gísli svo sem fór í janúar óvænt og ég hugsa ef að Höggi væri þar að vilja hoppa bara hvað sem og þá fengið sennilega tækifæri til þess og potjett en eitthvað í Asíu kannski mögulega sko en nei, maður veit aldrei en nei, ég ger bara á fyrir að hann verði hjá okkur áfram og keiri þetta áfram. Já, frábær leikmaður og svona á margan hátt svolítið öðruvísi en fótboltamenn eru. Hann situr hér ofta á neðri hæðinni í Túborg 10 minni og að hugsa lífið og í tölvunni sinni og ólíkur mörgum knattspyrnumönnum sem ég hef kynst. Já, bara allt öðru sér sko. Maður hittir hann nefnt oft þetta niðri sko og mjög gaman að tala við hann og en þetta náttúrulega eins og nefndir á hann bara ótrúlega fyrirmynd, nú maður þalva að unga krakka og svona og mikið leitið upp til hans, mikið pælt í því og hann gefur sér mikið tíma í að miðla. Sko, Dóri, Alfred Finnbogason kom eitthvað inn í þetta hjá okkur. Já. Hvað var hann að gera? Ætlar ekki bara að fá hann til að skora mörg? Það verið eitthvað? Ég held að hann sé svona fann að huga því hvað hann ætlar að gera eftir ferilinu. Já, hann kominn. Ég held ég búin að undirbúa það lengi. Já, hann búin að vera núna síðan í mánaðamóti júlí, ágúst, ég man ekki hvernig kemur inn í þetta svona í sér ágjá hlutverki og bara komið mjög öflugur inn í þetta og ég fór nú út til Belgíu og hitt hann og spilum saman og við heyrjumst okkur degi og spilum mikið saman og bara frábært að fá hann inn í þetta og hann alltaf með mikla reynslu og mikla pælingar og ég held sem er undirbúið mjög lengi að vera í fótboltanum eftir ferilinu. Var hann með eitthvað innpútt í sunnudeginu? Nei, við kannski erum ekki að þetta svona alveg... Hann var ekki með einhverju hugmynda, einhverju...
í taktík? Nei, en svona bara í svona þróun bara liðsins og leikmannahóps og samningamálum og samningaviðræðum og rekrútmenti og svona bara, hvert stefnu sem félag hefur hann bara mjög góðar og skemmtilega pælingar og bara frábært að fá hann inn í þetta. Fótbolti mjög upptökin af aldri í dag og bara meira þess að ítalinn og bara það allir fann að pæla í aldri. Ég meina þú með rík fullorðið lið og það komið tími til að það svona komin einhvers konar þú var svar við hvernig KR fór 2019 og þetta tók þetta mjög fullorðnu liði og svo einhvern veginn fór þetta pínu flatt. Ég meina þið fann að pæla næstu skrifum í að svona kannski yngja leikmannhópin? Já, klálega og þessi listi áðan þessi örstuti gluggi á prísi sem núna var bara ekki mómentið í það, mómentið var að setja saman vinnit nálið en auðvitað vissum við það að Var þetta the redeem team eða? Já, eitthvað svo þess þegar þú segir það en það er ljóst að það er engja liði og þetta er samt sko með meðalaldur rétt undir 30 flestir eru akkurat 30 það er ekki gamall dag að vera 30 þannig að við sem ekki mikla ágjur af þessu en í rekrútmenti og góðum forvart að horfa á það en aðeins að engja liði sem bara eðlilegt og þetta viljum við komin ungu leikmönnum og við kannski svolítið bara erum þeirri stöðu núna að selja ofboðslega mikið af ungu leikmönnum í síðustu ár og eigum bara heilt lið af undir 21 leikmönnum sem getur til þess að vinna deildina sem eru þá búin að fara erlendis og einhverju að koma heim og fara í önnur félög sem er auðvitað ákveðum vonbrigði en við erum alveg náttúrulega ofboðslega mikið leikmönnum og þannig ég hef engar áhyggjur af því að liðið myndi krassa á aldri. Nei, þú ert komin nýjan aðstoðarþjálfara, Arnór Sveinn Aðalsteinsson nýr þjálfari, hann spilaði með 3 tímabil í Breiðablik og hann sagði ekki orð á þeim tíma en ég hafi búið að breytast aðeins. Hann náttúrulega hann var með þannig að pappan sá að tala fyrir fjölskylduna, Ali Jóns, einn besti þjálfari sem ég hef kynst allavega, frábær með börn og Arnór ef hann er hálfur þjálfarinn á við pappan þá verður hann frábær í því sem hann að fara að gera og hann svona leiðtogi sem leiðir samt, hann er allavega ekki síkjamand allan daginn eins og þjálfari eiga til að vera. Ég hugsa hann breyst töluvert, hann hefur mikla skoðanir og pælingar og þú veist en þegar hann tala á hlustamenn og bara mikla vinningu fyrir hann og hann hefur óbærslega flotta pælingar hvernig hann sé fótbolta, hvernig þú getur unnið ykkur algjörum smáaturum til dæmis varnarleik sem hann hefur mikla skoðanir á og mikla pælingar hvernig hann kemur frá þessu hlutum, hvernig hann vil kenna leikinn og ég er bara mjög spenntur að fá hann inn og vinna með honum og hann mjög spenntur og ég þekkti hann svo mikið á þessum tíma en hann talar tölur til klefanum og hefur mikla og sterkar rödd og mikla virðingu. Hefur þitt pappar? Við fórum í Íþróttaskólans til þess einhvern tíma nú að tómaður. Það er algjör tómaður, já, hann er það og hefur einmitt, þú veist, eitt af þessum stóru andlitum þarna í Smáranum og binni bara á barnaskólan hjá Alla Jóns. Það er heldur betur verið að fara við stöðum þar. Ég ætla aðeins setja punkt við Breiðablik núna. Takk hérlega Dóri fyrir að fara yfir þetta með okkur. Ég ætla að hleypa Gunnar aðeins meira að. Já, bara. Ég er alltaf klár þegar kallið kemur. Ég er bara gaman að hlusta á pælingar. Já, það er gaman að tala með menn sem eru nýbúin að vinna svona stóra hluti. Talum að vinna stóra hluti, kunni, löður, þínir menn. Já, núna með Reykjavíkurþvotinn, það sem all ljósin og all fjörið verður í gangi. Herri, mér langaði bara svona aðeins að pay tribute hérna. Arnar Björnsson er að fara að hætta. Meina, í þínu starfi Gunnar, það verður ekki stærri en Arnar Björnsson. Bara algjört íkon í leiknum, og bara eins og ég segi, þú veist, hann er náttúrulega svona kannski mínir early days í enska boltanum og þá er þetta, þú veist, Arnar Björnsson og Gaupi. Hann var bara tekinn að rúfi yfir á Stöð 2 þegar þeir keyptu boltan. Þetta var stóra nafnið. Þannig að þú veist, bara mínir fyrstu ensku úrvalsdeildarleikir þá heyri ég bara röddina í Arnari Björnssoni. Það er bara þannig. Og bara náttúrulega algjör öðlingur og toppmaður. Fæ sér hann að vera að vinna með dóttur hans þegar ég byrja að vinna hjá RÚV og bara svo náttúrulega byrjar Arnar aftur í fréttunum þar. Þannig að alltaf, það er svolítið einhvern veginn að skrítið að sjá hann þar, þú veist, maður vill einhvern veginn hafa hann bara í sportinu. En hann er bara, þú veist, náttúrulega geggjaður bara í því sem hann gerir, faglegur bara, þú veist. Tala gott mál. Tala frábært mál. Já, hann er og maður hefur getað lært mikið af því
að horfa á hann sko. Góð góð fyrirmynd fyrir aðra í þessu starfi og náttúrulega þökkum við auðvitað Arnari kærlega fyrir, hann auðvitað sárkvalinn af bakmeiðslum og hann svona að, í raun og veru að hætta af heilsufars ástæðum, þannig að sendum Arnari bestu kveður. Hann komin í gólfið. Hann komin í gólfið. Já. Það allra málum beit. Já, eða svona, það eða hengill últra. Já. Eða hestamennska. Eða hestamennska, já. Það allt og fáir í hestamennskunni. Sammála. Það nefnilega málið og hestamennskan, íslenski hesturinn einstakur. Skora þá sem að leita sér að nýju áhugamáli. Ákveður ekki að skoða hestamennskuna, líka ódýrt sport. Já. Mjög ódýrt. Ef þú ert að temja sjálfur. Já, ef þú getur játnað. Það nefnilega heila málið. Torslýsabætur, ef þú meiðir þig í starfi eða í áhugamálunum eða bara hvað sem þá það torslýsabætur sem að fara yfir málin með þér. Kynntur þetta allt saman hjá Tort. Nógur ansælaða við ykkur hérna spænskan fótbolta. Af því að Dóri, þú ert búin svo rosalega giftur Breiðabliksliðinu og kannski haft lítinn tíma til þess að pæla í einhverju öðru. En hefurðu séð þetta Barcelona-lið spila fótbolta undanfarið? Já, ég náðu að sjá aðeins á þessu og sjá aðeins á þessum leikarnum daginn og þetta er mjög áhugavert að hvernig hann hefur breytt liðinu, hversu kraftmiklir og direktir eru, hvernig þeir pressa svona svipan hátt og hann Slott pressa með Liverpool, sem Lewandowski spila sem miðjumaður í varnarleik og pressa á kantmönnum og hann ofboðslega langt frá markinu í til dæmis transition en það verður ekki háð honum í markaskorun, þannig að það er bara búið að gegja að fylgjast með hann. Já, þetta er bara svo rosalega kuldi að nota þessa ungu stráka í þessari mögnuðu La Masia. Náttúrulega þú farið út allan heim, Dóri, og skoðað. Hefurðu farið til La Masia? Hefurðu farið til Barcelona og skoðað? Nei. Já, ég hef komið á Nou Camp en ykkur svona túrista. Já, hvað er flottast ólingastarf sem þú séð? Þú voru farið ábúinlega vantar að skoða ýmislega. Já, nei, ég ætti að minna að fara á staðinn og... Bara flott bara, þess að þú séð bara Já, ég hef kannski ekki farið þannig laga það við það en maður, það eru kannski bara mest aðgangur sem ég hafði á þeim tíma, það er Óli Kristjáns var í Norðsjælland og fekk ég fullan aðgang þar í einhverja viku og það var mjög áhugavert. Heldur betur. Og sjá hvernig þeir byggðu upp sitt og vorum að spila mjög ungu liði, nánast allt leikmenn að koma úr akademíustarfinu, það var mjög áhugavert. Gunni, þú hefur verið í úlingaþjálfun lengi. Hvað er að flottast sem þú séð? Maður hefur náttúrulega bara kannski meira verið að fara á þessi mót erlendis og verið að spjalla þar við þjálfara og aðeins að grúska eitthvað í höfðuna en þar. Og núna på síðasta móti bara í síðasta mánuði þar sem við vorum myndið að ræða við Barcelona er náttúrulega orðnar frábæri í kvennastarfinu sem við leiðis. Já. En ég myndi svona halda að ég hef komið á akademíunum til og með sjá Arsenal. Já, hún er hvað gíska á það, já. Hún er það lítur ansi vel út þar og þeir gera hlutina vel, maður fekk einhvern smá aðganga henni. Já, þannig að það er svona, maður bara ímyndir sér þetta La Masia dæmi þetta sé bara einhvern veginn á einhverju leveli sem að við höfum ekki áður séð, ég meina, maður fekk oft svona skýrslur af þessum stöðum þegar að Albert Guðmundsson var að fara út af þegar maður náttúrulega að vinna á þeim tímum með Gumma Ben og bara hvert menn voru konur í barn og úlingaþjálfun þá bara þegar Albert er úlingur sem er 10 ár síðan eða hvernig sem það er þú veist, það var þá allavega það var nógu framandi fyrir einhvern sem hafði bara verið á Íslandi að heyra af því Já, og ég hef verið að þjálfa Albert á þessum tíma og hann hafa mjög skemmtilegt að fylgjast með því og það var alvöru klúbbar líka sem hann var að fara til Já, og hann var að fara til allir stærstu klúbbarna og svona maður þannig að það er bara þannig áhugavert hins vegar sko með ákvörðut omvend að hvernig fótboltalið geta virkað eins og þessi fyrstu 3 mánuðir hjá Real Madrid hafa verið af því að við erum í spænska boltanum sko, hvað kemur fyrir Jude Bellingham? Hann náttúrulega fer í gegnum kannski spænska deild sem að þú veist, ef ekki segja þeir áttu bara að vinna þetta í fyrra voru með langbæsta liðið Mbappé kemur hann inn bara svona einhvern veginn ég veit það, en ég er að segja þú veist svo fyrir hann í gegnum EM er ekki frábær þar eiginlega langt frá því að vera frábær þar svo kemur hann einhvern veginn bara verðist vera svona hálfbrotir inn í þetta Real Madrid lið og þeir verðast vera í mjög erfiðleikum með að finna svona sinn leikstíl af því að þeir eru náttúrulega með 2 leikmenn
fram á við sem eru 2 af 5 bestu leikmönnum í heimi og þeir vilja gera sömu hlutina, þeir vilja drifta út á sömu svæðin, þeir vilja hlaupa sömu hlaupin og ég held að sé alveg nokkuð ljóst að Mbappé, hans hæfileikar nýtast best úti vinstra megin, hann svona þess að aðlagas í þessum hlaupum milli hafsenda fyrir aftan hafsenda og annað og oft eru þau illa tímasett sem að vera til þess að hann ansi ofta rangstæður. Ég ræti eins og við Þorlák Árnason sem sagði mér að hann horfði mikið á dönsku B-deildina og annað slíkt sko og ég sagði mér, á hverju ertu að horfa á það? Þá sagði ég bara, mér finnst mér skemmtilega að horfa á raunverulegan fótbolta því að þú veist það sem að Real Madrid og þú veist þessi fótbolti, hann sagði þetta bara svo langt frá því sem að ég að... Já, það góð pæling sko. Já, þess að maður býr svo vel að það svo mikið af nördum á Twitter og út allt sem eru að analysa þetta anskotan sko, ef það eitthvað mjög sérstakt, ef það eitthvað lið í dönsku B-deildinni, eða í Svíþjóð eða í Brasilíu að gera eitthvað allt öðru sig, þá sérðu það. Og heyrir af því og þá fer maður að downloada leikjum og skoðar Sko Óskar hefur nú alveg verið óhræddur og ég meina Kíl, hann horfði mikið á Kíl hérna fyrir kannski tæpum 10 árum síðan var það ekki, hann var að taka hann fótbolta sinna aðeins hérna frá Roger Smith þarna þegar hann var hjá Leverkusen eða hver sem hann var og hérna, menn voru alveg að skoða það sem var í gangi, alveg að skoða það sem er í gangi á öðrum. Malmö er mjög áverið í relationisma sem mann kallaði sem taka hérna frá Fluminense og Diniz Fluminense sem svona kontrastin við það sem kannski flest lið gera að spila einhver svona positional player sem út í einhverjum stöðum sko og hann tók þetta náttúrulega alla leiðan í Brasilíu og vann titilinn og árið setna vann hann ekki leik og var reikin eftir 6 leiki og Malmö er svona tekið svona milda útgáfa af þessu en það er mjög áhvert að sjá það leikmenn eru og köflum ekki spila hennar leikstöðu rosalegt frálsræði rosalega frálsræði og eða svona, þú veist, hvað ekki svona einhver kaos innan samt einhver struktúr sko, en já, það er bara frábært þegar maður sér og gengur þetta vel hjá Malmö, þannig að það er mjög gaman að horfa á það, menn svona fara út fyrir boxi og þú var að prófa eitthvað nýtt, bara ekki spurning En þú er svo sem ekki stóru áhyggjurnar í þínu lífi eru ekki að Jude Bellingham sé ekki að finna sig akkurat núna Það er ekki sem ég haldi fyrir mig vök allan og svona hefur bara síðkasti en maður kannski gefur sér aðeins meiri tíma núna að fara að kíkja á þessa deildir Halldór, ég meina þú veist, ég ætla að setja ekkert í erfið spóra okkur núna en er svona stóri draumur þinn, er það að þjálfa landslið? Er það stóra gigið? Ég er bara ekki komið þangað sko. Ég er einhvern veginn rosalega down to earth og ég held ég góður að fókusera bara á verkefni framöndan og þann stað sem ég er á en ætla maður sér alltaf stærri hluti en ég er óbærslega bara ánægður það sem ég er í dag og bara mikið ógert og ótrúlega spennandi tímar framöndan á Breiðablik Þú verður áfram hjá Breiðablik saman þó komi, svona, þú veist Já, ég ætla að fara Breiðablik og það er bara krefindi verkefni núna sem er ekki tekist í langa tíma að verja hennar titil að vinna hann aftur og hvað maður vilja kalla það og ná árangur í Evrópu og við vorum ekki með svörinni fyrra, Víkingar héldu að vera með svörinni í ár og voru duglegir að kenna okkur hvernig við höfum að gera þetta en svo gekk það ekki heldur þannig að þetta er alvöru verkefni að verja hennar byggar, já og einhvern veginn vera á báðum vera á öllum vikstöðum þannig að það er bara fókusin í dag klálega en svo þetta vil maður ná bara slangt og hægt er Gunni, er þú þú búið svolítið langt síðan við hist gamla sjóðug það er með landslýstþjálfarastarfið og ég meina þetta er svo sem í umræðin út allt og ég ætla kannski að lefa Dóra að þú veist þetta er kannski að því að hann er í kreðsunu og allt svo leiðis þú veist við heyrum þetta allt Gunni hver að fara að taka þess? Heldur þú veist eða heldur þú ógað sé bótt þetta að fara? Já, það er allavega svona það sem það er sem allir að segja ég svona reyndi að falast eftir einhverjum svörum í vikunni sem ég fekk ekki það sem maður heyrir er að náttúrulega Freyr Alexandersson sé fyrsti kostur í landsliði og ef hann er ekki klára þá verður annar kostur líklega Arnar Gunnlaugsson og sko ég veit það bara ég var fyrir ekki augunar en þú veist að ég hef talað það að ég vil ekki sjá Freysa þarna þegar ég vil sjá Freysa að vera áfram úti hins vegar með það sem ég heyri frá fólki út svona undan mér að Freysi vill þetta mjög mikið
Það að segja að við séum einstaka kynslóð í landsliðun akkurat núna af leikmönnum og nú sé tækifæri til að gera hluti með íslenska landslið. Hann getur metið þetta svo að það sé rétti tímapunktur nú til að hoppa í þetta. Ég meina, langt síðan að það hafi bara verið orðan við Cardiff og þá er hann náttúrulega komin á ansi vígalega staði sko og hann var náttúrulega orðað við stærri lið í Belgíu og þannig að ég hafi nú alveg úr einhverjum atvinnutilboðum að móða þegar að hann fer frá Kortrygg. Ég vona verið nú kannski ekki of lengi hjá Kortrygg en ég hugsa allavega að ef að KSÍ ef að hann er til að þá verður hann ráðinn næsti landsliðsþjálfari bara spurning hvenær. Heldur betur, við ætlum að halda áfram. Já, fyrst við erum búin að tala svona mikið Breiðablik þá er náttúrulega ekki að tala stærsta Breiðabliks fyrirtækið frá upphafi sem að sjálfsögðu Bíkó byggingarverslun Kópavogs sem í raun og veru Breiðablik byggingabransans. Þeir líka miklu hágæðingar reyndar en ef þú skráir þig hjá þeim þá færðu 30% afslátt af öllum helstu vöruflokkum. Það er að segja að þú ert að fara í framkvæmdir og þú ert að breyta einhverju. Afslátturinn gildir í 3 mánuði frá skráningu. Ég mæli með að Halldór Árnason, núna er dauði tíminn frá fótboltanum, nú á að fara í heimilið og mála, spasla, græja, gera. Skiptum allt sem öll heimilisverkin sem hafa þurft að bíða á hakanum fyrir Breiðablik. Það er þögn frá honum. Ertu ekki segur heimaður, Dóri? Getur ekki kant eitthvað? Getur skrúa upp mynd? Já, ég veit, ég veist, við erum bara flytja núna 2 sinnum síðustu 2-3 árum. Ég hef ekki gert mikið gagn en alltaf verið til staðar. Þetta hittir alltaf á, ég er alltaf í Evrópukefna. Jú, ég gæti alveg ef ég fengi tíma. Já, við kannski gefum bara góðan tíma. Þú nóvember mánuðurinn. Ég held við séum allir búið að svipa hvað þetta varðar sko. Jú. Þú skulum ekki vera að ljúga ákoma þessu. Þessi nýji þjálfari Manchester United strókar. Ég meina, ungu maður fæddur í janúar 1985. Amorim. Hvað getið þið sagt af því að nú erum maður búin að spyrja nokkuð. Hvað getið þið sagt fólki sem það veit ekki þennan portugalski þjálfara? Þú taka þetta? Ég meina... Ertu eitthvað bara stúdrar? Nei, ég er það ekki, sko. Umverulega ekki. Þú veist, það er bara... Þetta er raun og veru, ég meina... Þetta er bara svona eitthvað bræðmánaður, bara alveg eins og Erik Ten Hag var hjá Ajax þegar hann fer yfir til... Bara alveg eins og Mikael Arteta var þegar hann var aðstofamaður Manchester City og fekk einhvern veginn þetta Arsenal gig og svo hefur það bara farið eins og það er farið. Þetta er ekkert eins. Jú, ég meina þessi strákur Erik Ten Hag fer með Ajax í undanúrslit meistaradeildarinnar. Já, vel gert, mjög vel gert og hann líka vinnur titilinn hverju ári með United. Já, en þú veist, hver er búin að þróa sinn leik og bæta sinn leik undir stjórn Erik Ten Hag hjá Manchester United? Bruno Fernandes. Nei, ég er ósammála því. Hann hefur náttúrulega ekki verið góður á þessu tímabili, alls ekki. Já, ég meina það er alveg að tala leikmenn sem alveg þróa leiksinn og allt það, en ég meina hann fær þessi kaup, málega skiptir engu máli hver kemur og þjálfar þarna. Þú veist, Amorim er mjög skemmtilega hugmyndafræði. Þú veist, það er þessi 3 manna lína, þetta 3 manna build up og spila svona 3-4-3 og það sem að kantarnir fara fram á eitthvað svona overloadar öftustu línu og eitthvað svona gott og blessað. Hann verður, þú veist, ég meina og það er strax komin einhverja fréttir að þessi Komdu á Emirates í byrjun næsta mánuður. Manchester United, Arsenal Manchester United. Komdu bara á hann. Já. Fyrsti leikur hann sem er heima á móti Bót og Glimt held ég. Það verður til dæmis bara mjög fróðlegur leikur. Rólegur. Herru, bjóddu mig bara á hann. Bjóddu mér á Emirates. Á ég að bjóða, ég er á leiðin rándir aðgerð. Hvað á ég að bjóða eitt? Þú mátt koma með. En ég held sko, mér líður svo Ten Hag hafa aldrei einhvern veginn þorað að gera það sem hann var að gera með Ajax. Þjakaður og pressu og einhvern veginn, þú veist, erfitt að sjá hans handbragð á þessu nætliði. Og þú veist, þannig að Amorim með hann kemur inn, hann þarf að þora að gera það sem hluti og var að gera í Portugal og bara, veistu, kannski eins og Maresca var að gera hjá Chelsea kannski, ég veit ekki hvað við fylgst mikið með Chelsea en hann er búin að gjörbreyta þessu liði sko. Hann algjörlega trúr sinni hugmyndafræði. Hvað ert þú í enska boltanum? Ég er Chelsea maður. Þú ert Chelsea maður? Já, ég sem þú veist, ég var alltaf hort á leiki í mörg ára því að þetta er bara boring sko. Leiðileg þjálfara eða svona, já, ekki verið hrifinn af nálgunni í langa tíma en þetta er að ferskasta sem ég sé mjög lengi og hjá mínum mönnum og það er búin að gjörbreyta öllu og algjörlega trú sínu
því sem hann gerir á Leicester og hann mjög spennandi. En þú veist, ég meina, hvað heldur þú? Heldur þú að Ruben Amorim komið þarna inn og allt í einu fari bara að færa fjöll? Veist hvernig ég vil bara fleiri titla. Já, heldur hann sé maðurinn til þess að heldur hann sé maðurinn með þessa stjórn, með þennan leikmannahóp, með þennan strúktúr sem í klúbbnum akkurat núna? Hann þarf 4 glugga. 4 glugga? Já. Þarf akkurat 4 glugga. Talaðu við mig eftir 4 glugga. En Erik ten Hag fekk að eyða nánast óheft. Nei, hann fekk ekki það við erum sömu reglur Manchester United og aðra sko. Já, það er FFP sko. Já, en hann eyðir þetta 100 í Antony, 60 í Mason Mount, 40 í Mazraoui og De Ligt. Casemiro á 60 eða ekki. Já, ég maður ekki hvað var mikið, hann frábær. Já. Algjörlega frábær og mikilvæg leikmaður í báðum þessum bikurum. Höldum áfram og förum í enska boltan með flísabúðinni góðu. Herru, hvað haldið ég hef ekki bara hitt hann múraran Gethekka sem að vann ferðina til á Barcelona leikinn frá flísabúðinni. Drengir, það eru þetta stórleikur helgarinnar fyrir norðan. Það Newcastle Arsenal. Það mikið gengið á í herbúðum Arsenal að undanförnu. Svona, þetta er eiginlega do or die. Ef þeir ætla að vera með og í baráttunum annarsætið. Í baráttunum annarsætið? Er það ekki stóra markmið? Nei, ég gerir nú ráð fyrir að það sé ekki stóra markmið en þetta er gott grín og þetta er bara að festa sig í sessi. Mjög vel gert. Þeir þurfa bara aðeins að finna aftur taktinn varnarlega og það hafa verið mikla rótiríkar á varnarlínunni en ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægur leikur eins og þú segir og við hefum svo sem ekkert verið í neinu vandræði með að fara þarna norður og Töpuðu náttúrulega leiknum fræga í fyrra. Já, en við höfum verið að mattsa þá í öllu sem þeir náttúrulega vilja keyra á svona ákveðinni geðviki og við höfum verið að mattsa á því. Náttúrulega mikilvægt þetta verið harkalega gagnrýndur Dóri fyrir leiðilegan fótbolta og gárungarnir fættan að kalla Mikael Pulis. Sú gagnrýni, hún réttmætt eða? Ég heldur sé heldur hörð og svona kannski bent á sjálfur að þeir eru búin að einu manni færri lungan á tímabilinu og það auðvitað litar þetta allt saman en ég veit ekki en þú veist nei, þeir eru skemmtilegt liða og horfa svona yfirleitt en hann hefur svona valið kannski ákveðna nálgun síðan á móti kannski liðum eins og City að fara í þá leiki bara kannski til að tapa það mikið og þú veist, gert það ágætlega og þetta er búin að hanga í þessari baróttu núna er þetta ekki 2 ákunni sem það verið alla leið og það er bara frábælega gert hjá honum en liðið hefur breyst svolítið undir hans stjórn gegnum þessi ár og það sem hefur kannski breyst líka mest er að í þessum einmitt stóru leikjum að þá hafa þeir ekki verið að tapa einhverju 7-8 leiki núna það sem að móti topp 3 liðuna það sem hafa ekki verið að tapa það sem er líka áhugavert að skoða því að þú talar leiðilega fótbolta nú síðan að til dæmis bara eins og að við vorum að ræða Erik ten Hag áðan að þá XG tölfræðin og munurinn á XG tölfræðinni þá Manchester City langastar plus 116 í XG það er að segja expected goals og expected goals against Arsenal er næst með 98 svo Liverpool með 88 Manchester United er með -3 -3 Hjörvar 98, þannig að þú getur ekki talað leiðilegan fótbolta og eitthvað svona Já, en þeir eru með eins og segir Látum þetta leiki kirtmikli það var skemmtilegt viðtal á Arne Slott þjálfara Liverpool í morgunsjárið á blaðamannafundi hans þar sem hann sagði sko að leikurinn á laugardaginn er miklu betri en leikurinn í miðri vikunni og hann spurði byrju hvað áttu við hann sagði já það verða betri leikmenn inn á vellinum og það eru leikmenn sem búið til leikinn og það sem hann bara svona gaf það bara beint í skín að búist hann hvíldi leikmenn, hann rótiraði leikmennum og Brighton gerði það sama og hann sagði bara ég meina það eru betri leikmenn inn á vellinum helgina heldur hann voru mikið svona mjög hollenskur svona hollensk nálgun á þetta Já, og þú veist, hann hefur svo sem verið skemmtilegur á þessum blaðamannafundum og verist vera með svona áhugaverðin náungi Já, mjög áhugaverðin náungi og gera náttúrulega frábæra hluti hann með Feyenoord Já, og svo er Spútniklið Nottingham Forest sem einhvern veginn fá ekki að njóta þess að vera Spútniklið af því að eigandinn þeirra hefur verið að haga sýtl þannig að þeir fá ekki einhvern veginn þessi gríski eigandi svona alveg eins og ég segi, maður veitum ekki alveg hver maður á að byrja á honum svo er það Úlfar og Krista Palas það var svo sem ringt inn skilabóðum á Dr. Fútból að undanförnu að Rob Holding leikmaður Krista Palas
hefur verið að læka myndir hjá íslensku landskonunni Sveindísi Jane Jónsdóttur og hún á móti hjá honum og það eru internet, þeir sem að fylgjast vel með á internetunum fyrir doktorfútból, þeir láta ekkert fram hjá sér fara og tjattið rauðglóar og ég veit ekkert hvað þarna en það allan skemmtilegt að þau eru allan að skiptast á lækum á myndunum, sjáum til hvort að sangeringurinn sé farin að slá sér upp með leikmanni Crystal Palace, væri skemmtilegt en ég veit ekkert það, bara það sem að ég fæ sendingað hjá doktorfútból. Nú Tottenham og Aston Villa mætast á sunnudaginn og svo það stórleikurinn. Heimurinn nemur staðar en aðeins stund þegar Rúdvar Nistelrooy tekur á móti Enzo Maresca og félugum. Dóri, ég meina að þú hlýtur að skjálfa beinunum að leiðina Old Trafford eftir tapið fræga í fyrra. Þessi frægi 2-1 leikur. Já, sko, ég svo heppinn að ég læt úrslit í enska boltanum ekki hafa áhrif á tilfinningum mína lengur, sko, ég ætla að, fyrir einhverjum árum, sko, það var bara vikan ónýtt, Chelsea tapaði og það var sjónvarp og húsgögn og allar anskotir sem fekk að finna fyrir því, sko, en svona einhvern veginn, svona þroskast maður og eldist og svona maður horfir þetta meira út frá svona einhverju taktík og slíkum pælingum, þannig ég næði miklu betur að njóta þess. En þetta verður mjög áhugavert og þess að segja, sko, bæði Arne Slot og Maresca hafa komið ótrúlega feskir inn í þetta og það hefur verið mjög gaman að horfa á Chelsea-liðið og þessi leikur sem tapast til Liverpool daginn, ég bara Liverpool var í köðlunum, sko, bara í 90 mínútur og taka þetta einhvern einstaklingsskeiðum en bara saman hvað Slott reyndi í pressunni sinni að bara hann var alltaf með lausnir á móti því. Þetta eins og Maresca bara fara ágætlega af stað, ég meina Cole Palmer. Hvort myndur þú taka Cole Palmer eða Erling Haaland í Breiðablik? Ég myndi taka Erling Haaland. Það verður að segja þess að segja en Cole Palmer er búin að vera skorar, leggur upp, hann bara gerir Já, og þú veist, það var einhver umræða núna þegar byrjuð þessa tíma, þú veist, one season wonder og þetta ekki alveg ganga og sann, heyrðu, gamli býtu, svo skoðan 4 í einum hálfleik og bara búin að vera, þú veist, sturlaður og þú veist, að þannig hann er ekki sterkur, hann er ekki flútur, hann skýtur ekki fast, þetta er bara svo mikið gæði. Mér finnst hann árulaus leikmaður. Nei, hann er árum með að vera þú veist að sá þetta engin fyrir þegar ég keypti hann á hann peningi hvað er að gerast höfum ekki verið alltof næs við Pep höfum ekki bent að segja bara herri Pep, hvað varst það pæl? Þetta er Major Klúður, hann er miklu betur fyrir fótinn, sko í dag, síðan 2 tímabil það er bara þannig fótinn var reynda leikmaður tímabus Já, en þú veist, svona á einstaklingsbasis að það var bara sturlaður og algjörlega búin að vera uník. Já, en það er í fyrst skipti mjög langur tíma, ógeðslega gaman að horfa á Chelsea-liðið, bara mjög djarfir og bara mjög gaman að horfa á. Annar leik, þú veist, Phil Foden hefur ekkert fundið svo þessu tímabili. Van er ég með jafnmörg mörg, einu marki færra eða eitthvað hann á tímabilinu. Já, ég menna á sturlaða tilkynningu. Það styttist í að skótnir góðu koma út. Þeir eru væntanlega komnir út þegar þeir eru að hlusta á þetta. Þeim að fara aðeins í Gunni Giskar. Það er lagning sem er með doktorfútból. Þú leggur bílnum og þeir sjá hann þegar þú fer til Keflavíkur. Það er að segja á flugvöllin. Tippum á þetta Gunni. Byrjum þetta í hádeginu á morgun. Fæ ég tölur eða viltu ták? Bara eins og þú vilt. Tölur bara. Eins og ég vil. Ekki að kella fyrir það, elskan. Það er Newcastle Arsenal. 0-1. 0-1 Arsenal, Bournemouth, Manchester City. City var að tapa það? Nei, þetta verður 2-2 samt. 2-2? Ipswich Leicester. Svakalulega. Já, þetta er einn aðeins stærri. Þetta er 3-1 Ipswich. Liverpool Brighton. 2-1 Liverpool. Forest West Ham. Já, 3-1 Forest. Southampton Everton. Þetta er 0-0 leikur. Wolves Crystal Palace. Þetta er 0-0 leikur líka. Tottenham Aston Villa, geðveikur leikur. Já, þetta er geðveikur leikur. Þetta er 2-4 Aston Villa. Já, og svo er það Manchester United Chelsea. 1-4 Chelsea. Já, 1-4 fyrir Chelsea, segir hann. Og, nei, heitt hann ekki. Swing and a miss. Já, hann er sniður alltaf hann Gunni, hann má eiga það og það breytist ekkert. Mosobrósin er alltaf flottur.
Drengir, Einar Á, þeir eru vinnarar heldur betur í byggingabransanum. Alltaf límsjónum þar, hvað sem þú þarft að líma eða þekja. Þá það Einar Á Dalvegi. Þeir elstu og bestu í bransanum. Vinnarar þessara viku. Það náttúrulega einn af þeim situr á þessu borði hér. Það er klárlega Halldór Árnason, þjálfari Breiðablik sem hefur verið sérstakur gestur Dóttor fútból. Hann vinnar í þessari viku. Nú fleiri vinnarar í þessari viku, Gunnar Birgisson. Ertu með átt einhvern annan fyrir mig? Sko, ég með einn óvæntan. Ég ætla að segja Þórdísi Kolbrún að danski kóngurinn hafa aðeins verið að gefa auga. Það er skemmtilegt. Þó að ég veit kannski ekki til í því, en það er skemmtilegt. Já, mjög skemmtilegt. Sko, Logi Tómasson. Já. Hann á ekki bara góðu gengi að fagna inn á vellinum, heldur líka utanvallar. Búinn að vera greinilega in the studio að kokka upp plötu. Ég rendi í gegnum þessa plötu í vikunni og hún er algjörlega sturluð. Sérstaklega lag sem heitir Virðing á nafnið. Frábær. Og hann er minnir. Já, og það er líka bara erfitt að tvinna þetta tvennt saman, að vera í fótbolta og vera tónlistarmaður. Hann hefur gert það vel. Fleiri vinnara fyrir mig. Já. Þessa viku. Benedikt Guðmundsson þjálfari Kallarins Tindastóls í körfubolta, búinn að vinna 4 leiki í röð. Og svona að leifa mér og Auðni Blöndal og fleirum að dreyma. Okkur skaffirringunum. Fleiri vinnarar. Ekki líka DeAndre Kane, minn maður, hann ekki vinnir? Hann var að róa mannskapin í hér. Já, en byrju tapa. Jó, en hver var mættur að stilla til friðar? Var það hann? Það var DeAndre Kane. DeAndre Kane, já. Róa niður þetta sjúkraþjálfara. Já. Hann má ekkert sjá, minn maður. Þá hann mættur að reyna að róa mannskapin niður. Þannig að mér þótti nú ansi vænt það. Já. Við ætlum að fá að henda í nokkrar neyða spurningar. Svo náttúrulega Bullis Media, risa vinnarar. Þeir eru fannir að vinna fyrir alla stærstu stjórnmálaflokkana. Ég sem hætti ekki að tala það. Nokko risa vinnir, þetta nýja collab með Dóttor fútból. Oh my god, dottorfutbol.is. Förum í neyða með Æsver og það er nóg af spurningum sem að bíða og mikið að þér Dóri. Og hér er spurningin. Situr úrslitaleikurinn á N1 mótinu 1996 í Halldór Árnasyni, þar sem að þú virðist hafa tapað. Við tömum 2-1 mútið Breiðablik. Það situr í mér. Já, það situr í þér. Það gerir það. Hver á þessa spurningu? Það er Sigurjón Jónsson. Nei, ég get ekki spurt það. Við unnum á 7-1 í Íslandsmótinu, 50 seinna. Já. En nei, þetta situr í þér. Situr í mér, já. Er stærsta þjálfarafrek Dóra að hafa stýrt þriðjaflokki KR til bikarmeistaratitils? Nei, mér þykir óbúrslega vænt það var góð tími. Er komið nafn á leikþáttin hjá Arsenal og hvenær fer hann á fjalir þjóðleikshúsins, spyr Sigurður Þór Björgvinsson. Hvaða leikþátti? Þetta annarsæti, þriðjasæti, tapa hér. Er þetta ekki nei eða já eða? Jó, er komið? Já, nei. Ok, það bara er nei. Hefur verið sáttur við þetta Dóri Átna, förum að játna? Spyr Gísli Þór Gíslason. Gríðarlega sáttur. Já. Þessi mynd náttúrulega sem að Halli Halldórs gerði, hér hún er geðvík. Já, hann bjóð líka til lag eða það allan einhver Breiðabliksmaður bjóð til lag. Ingibjörn Ingarsson spyr og ég meina þetta er svolítið erfið spurning fyrir þig. Er draumur þinn að þjálfa KR? Ekki í dag. Þannig svarið er nei. Er þungarokk í klefanum hjá Breiðabliki? Nei. Það er ekki rockari að það er Stindósmaður? Já. Maður sjá svo spyr bara upptakti við það sem við rættum á hann. Stefnir Dóra að spila með yngra lið að meðaldri á vellinum næstu sumar? Eða skiptir ekki, viltu frekar vinna? Langt svarið er bara neðið, já. Stutt svarið, já. Við viljum vinna. Já, viljum vinna. Verður Arsenal fyrir barðinu á enninum dómaraskandalunum fyrir norðan helgina? Kemur ekkert óvart. Kemur bara nákvæmlega ekki neitt óvart. Þannig að ég ætla að segja já. Það eru rosalega margar góða spurningarna. Er Rút sturlaðasti stjóri til að stýra ensku liði? Spyr Benedikt Kári Gröndal, Gunni.
Sturlaður. Að segja einu sann. Er hann sturlaðasti stjóri til að stýra liði í enska boltan? Nei, það er bara, þú er rétt á þeirri skoðun. Við endum þetta að sjálfsögðu eins og alltaf með El Grande með kemi.is þar sem ég ætla að fá Dóra og Gunna til að segja rétt svar þá til að annar þeirra dettur út. Kemi.is, þeir sem að selja AdBlue og selja auðvitað besta glussan í bransanum og já, sem kemur þetta upp á höfða, Dóri, þannig að þú varst náttúrulega að tala með vantaði glussa. Akkurat. Þá er hann upp á höfða. Ég vissi það. Ég vissi það. það er svo gott að vita því. Ég vissi það. Heyri, við ætlum að enda þetta á miklum elítu hópi. Ég vil fá menn sem hafa stýrt liðum sem hafa vorið Íslandsmeistarar. Það er að segja hafa unnið bestu deildina, efstu deild á Íslandi. Þjálfarar, aðalþjálfarar sem hafa stýrt liðið til Íslandsmeistaratitils, kalla megin. Já, þú mátt byrja á fér. Bara frá byrjun. Já, bara frá upphæð. Frá upphæð, já. Þú mátt, ég ætlaði bara að leyfa þér að segja. Haldur Árnason. Já, það var í mitt að sé og leita. Óskar Hafn. Arnar Gunnlaugs. Heimi Guðjóns. Óli Kristjáns. Óli Jó. Rúnar Kristjáns. Rúnar Páll. Rúnar Páll, já. Viljum Þór. Svo nefnilega svo fyrir málið að vandast Gauðþórar. Pétur Péturs. Nú nefnilega fyrir málið að vandast, sko. Dóri spurningasterkur. Já, þannig það, sko. Er þetta áratstrákur? Spurningasterkur? Nei, það er ekki. Shit. Nei, býtu ekki vera að tegja. Nei, ég er ekkert að gera neitt. Ég er bara að hlusta á þig. Ég minna auðvitað á það að þessi skór hér, þeir sem eru á YouTube, ég er að veifa þeim hérna að þetta er mikstu og bestu skótnin. Ég ætla að gefa Gunnar Birgis með þess að tækifæri rétt og eftir að vinna svona skó. Fylgist þið með því á samfélagsmiðlum, bæði Instagram og TikTok. En svo er að peysan hérna, Dotto Football Powered by Nokko. Svo er náttúrulega úlpan rosalega. Gangiði vel, Gunni. Ingibjörn Alberts. Ingibjörn Albertsson gerði Valsmenn aldrei að Íslandsmeistaratitlum, en hann vann hins vegar 3 bikarmeistaratitla. Þannig að þetta var nú ekki verið að gíska það. Þú varst með nokkra, Dóri, ég fann það á þér að þú varst með alltaf mikið af margar aukalega. Það? Aukalega? Já. Þú veist, Vandal og Óla svona. Kristján Guðmundsson, á hann kalla? Nei. Ekki hvernig heldur ég. Nei, hann var bara bikarmeistari. Já, það er rétt. Bjarni Jó, Bjarni Jó, hann var inni. Já, svo var auðvitað. Var eitthvað blatant sem við klikkuðum á? Ásgeir Elíasson, en þú veist þegar hann átti bara eftir að koma, ég held að Dóri hefði nú fyrst ég hef komið í Inga Júri Setorf, Ian Ross. Ég hef ekki verið með þess Þetta eru góðsagnir í lifandi lífi. Nei, reyndar ekki. En Dotto Football, þakka fyrir sig á föstudegi. Haldur Árnason ábyggilega skemmtilegustu vikuna af öllum á Íslandi, kannski ásamt leikmönnum og stuðningsmönnum Breiðabliks. Það gat ekki verið betra í Fossvoginum á sunnudaginn. Og hversu gaman er að vakna á mótnum nú? Er þetta ekki bara geðvitt, bara einhvern veginn að vera búin að vinna þetta? Jú, er þetta búið það? Nei, það er gamla Kristján, maður má aldrei vera sattur, sko, þannig að ég get ekki vakna marga dagi viðbútt. Nei. Og þetta er skilgjöndum sem Íslandsmeistar og þetta er sjálf búið, þannig að það er bara neini maður, og þá er maður að komast í tenni bara aðeins hreins á hugan og svo bara back to work. Heldur betur, hvað var að segja? Tenni kall. Svo menn ég að sjálfsögðu á Dockzone 14.50 á laugardaginn. Ég klikkaði á því, heldur betur. En Dóri og Gunni, geðveikt að fá okkur báða og Guð bless ykkur. Takk hérlega.